Sigur á áfengum, hvað skópinn að sigur fyrir þína stúlkur? Við vorum bara að spila svona ágætis vörn framan af, fyrstu 3 leiklutina og svona halvan fjórða og þá kom bara sóknin svolítið með því, skoruðum við öldari körfu þegar við erum svona á 8. velli og sóknarlega fannst mér vera ágætlega, svo skiptaði yfir svæði við svona styrnum aðeins við á stundum en svo listu það bara ágætlega. Þú verður að koma af tapið úr Stykkishólmi. Ég verði að spyrja þér, hvernig var að díla við það tap? Var búið að fara í gegnum hausinn á okkur eða ætluðu að fara í gegnum tímabilið taplausar eða hvað Nei, ég held ekki að allir aðrir voru kannski búist við því. Við vissum alltaf að við þurftum að koma frá okkur og hreinlega sagt vorum við bara ekki andlega nógu sterkir í Stykkishólmi á sunnudaginn og það varð okkur svolítið að falli. Það var engin barátta og ekki svona sterkur andi í okkur þannig að við bara hittust eftir æfingu á mánudaginn og höfðum smá vídeofund og töluðum bara hvað við ætlum að gera og hvað liðið okkar er þegar við vorum aðeins bara gleymaðir. Þannig að mér finnst koma miklu betri barátt inn í okkur í dag og fleiri hlutir sem við ætlum okkar að gera. Nú er þetta tap, svo spyrja aðra spurningu út í eina tapið ykkar að vetur. Það er eina liðið sem ekki spila með erlenda leikmann í ykkar liði. Hefur þetta eitthvað breytt pælinguna á bak við það? Nei, ég meina, við gáðum alltaf út og við ætlum að sjá til og við erum ennþá bara á því og okkur líður vel með liðið okkar og eins og ég sagði þá bara, við klikkuðum bara andlega á sunnudaginn og við vitum alveg að þegar við spilum okkar bolta þá eigum við alveg að vera, og við trúum að við séum besta liðið á landinu. Það ætti ekki að tapa leikinn? Nei, en svona hluti gerast og líka bara allt í lagi þeir gerist í nóvember og desember. Við viljum ekki að gerist seinna. Já, nákvæmlega, þá getum við bara lært að því núna.